Góð kvöld eskutnar og velkomin í Geimsýru hornið. Klukkan 1 á eftir miðnætti. Já, það sem sagt komin laugardagur. Ég var að koma úr fínni göngu inn í Reykjadalinn og búinn að sitja í heitum læk með góðum vinnum í allt kvöld. Það kom upp samræður í kvöld sem að fengum mig til þess að hugsa og knýja mig til þess að ávarpa hérna eitt sem að ég einhvern veginn veit ekki almennilega hvernig ég á að byrja, en ég ætla að reyna það. Mögulega er þetta bara æfingamyndband að einhverju mun stærra, kannski ekki, kemur í ljós. En við vorum að ræða hið hólfa skipta andlega samfélag. Og í þessu samhengi bara á Íslandi, en svo auðvitað er þetta sama upp á teningnum í öðrum, vestrænum samfélögum. Við erum búin að sjá það núna síðustu 10 ár eða svo, auðvitað með tilkomu hugvíkkandi efna, þar áður kannski alls konar jógaiðkanir og annað. Með öllum þessum sveiflum þá hefur einhvern veginn bara fæðst hérna í þessum vestræna heimi, og nú tek ég til dæmis bara Ísland. Það hefur fæðst risastórt samfélag af fólki sem að, já, í fyrstu gæti skilgreinst sem andlega leitandi fólk eða hópar. Og við vorum að ræða þetta einmitt í kvöld og við vorum að ræða hætturnar á þessum svæðum. Og ekki bara gagnvart hætturnar gagnvart fólki út frá áhrifavöldum innan vissra afmarkaðra hópa, heldur líka bara hætturnar sem leynast bara á sjálfri þroskaleiðinni. Og maður þarf að spyrja sig, hvað erum við eiginlega að gera? Eftir hverju erum við að sækjast? Og þarna komum mitt upp svona setningar eins og jegið er ekki sjálfið. Mjög gott. Þarna kom upp hugtak eins og spiritual bypassing eða svona andleg framhjáskautun. Og svona bypassing getur maður fundið á öllum sviðum, ekkert bara eitthvað innan andlega heimsins. Það er ekkert bara spiritual bypassing. Við erum stanslaust hérna sem samfélag með einhverjum hætti að bypassa með hinum af þessum aðferðum. Það getur verið með einhvers konar fíknihegðun, sem þetta náttúrulega allt er, en svona hefðbundin fíknihegðun, allt á áfengi, fíkniefni. Það getur verið psychedelisk bypassing, þar sem við erum að bypassa með notkun hugvíkkandi efna. Það getur verið hreyfing, þetta getur verið vinna, þetta getur verið spenna, þetta getur verið sambönd, þetta getur verið efnislegir hlutir eða materialismi, bílar, húsnæði, einhvers konar narratífa sem ég segi heiminum einhvern veginn sjálfið, en ég í rauninni ekki að tala sjálfið í þessu samhengi, heldur ég bara einhvern veginn að tala þessa skreytingu einhvern veginn, að maður skreyti jegið með hinum og þessum merkimiðum. Þetta getur átt sér stað í gegnum menntun, akademist bypassing og þá kem ég svona að spurningunni, hvað er það sem ég er að skauta framhjá? Framhjá hverju er þetta tiltekna bypassing? Og það gefur augaleið að við erum að skauta okkur framhjá sársauka í öllum myndum, eða alls konar myndum. Það getur verið sársauki sem er sprottinn út frá einhverju sem er algjörlega óuppgert, einhver brot sem við erum með á bakinu gagnvart öðru fólki, sem og afleiðingar brota annarra gegn okkur sjálfum.
í þessu lífi. Við getum farið í alls konar heimspekilegar samræður hvað varðar, eða trúarlega samræður út frá kannski endurfæðingu. Þannig að þá getum við verið að tala eitthvað svona karmískar afleiðingar, kannski bara einhver æviskeið aftur í tímann ef við erum þar. Þetta getur verið kynslóðar karma, eitthvað sem kemur frá föður, eitthvað sem kemur frá móður, eitthvað sem kemur frá ömmum og öfum og langömmum og bara, lengst aftur. Þetta getur verið sársauki sem einhvers konar bara svona samfélagslegur kollektív sársauka líkami sem hvílir yfir heilli þjóð. Þannig að við erum einhvern veginn að komast undan þeirri ábyrgð sem krefst þrautseigju, eða þeirri ábyrgð sem einhvern veginn bara felst í því að sitja í afleiðingum, sitja í sársauka. Og ég sé þetta andlega samfélag hérna á Íslandi, ef við tökum það bara sem dæmi. Það er komin upp alls konar nýjar sveiflur og ég nefndi nú þetta þessa psykedelísku sveiflu sem og ég hef alveg talað í mörg ár fyrir psykedelíku og lengi vel bara fyrir einmitt smáskömmtum, þá af náttúrulegum efnum, og þá hef ég verið að tala psilocybin einna helst. Nýverið gerði ég þátt þar sem ég fór yfir mína reynslu. Ég dásamaði hann ekki, en ég lýsti reynslu sem ég varð fyrir núna bara síðustu helgi ég fór í mína fyrstu ayahuasca seremoníu sem var, hvorki stórkostleg, frábær, né ömurleg og súr, heldur bara var hún auðvitað bara það sem hún var, en hún var stórfengleg á einhvern hátt og eflaust væri hægt að skilgreina hana sem tengsl við einhvern guðdóm. Ég búinn að horfa upp á fólk, einstaklinga í kringum mig, bæði einstaklinga sem ég þekki sem og ekki, fara langt ofan í þessa kanínuholu, einhvern veginn stökkva úr einu efni yfir í annað, gefa engan tíma fyrir þessa sálrænu úrvinnslu sem verður að eiga sér stað eftir hvert einasta ferðalag. Ég meina, ef við förum að líta á þetta þannig, ég meina hvaðan koma efni, hvaðan kemur ayahuasca til dæmis. Þetta kemur frá Suður-Ameríku. Eitt sinn sá ég heimildamynd ayahuasca fyrir einhverjum árum og þar var einmitt sagt að það var ekki fyrir en að þessir vestrænu brjálæðingar komu til Suður-Ameríku og fóru að heimta ayahuascaði sem sjúklingnum var gefið ayahuasca. Fram að því var það seiðmaðurinn sem drakk ayahuasca og svo fór hann með töfraþulur í kjölfarið hann komst í tengingu við andans heim og hann þuldi yfir sjúklingnum heilandi töfraþulur en sjúklingurinn sjálfur drakk ekki seiðið, heldur bara seiðmaðurinn. Það er ekki fyrir en að vestræni brjálæðingurinn mætur á svæðið og hann vill líka drekka á úrverða ayahuasca seremoníur. Maður hefur líka heyrt af frumbyggjum Norður-Ameríku þegar þeir eru að drekka kaktus eða meskalín, peyote. Og þetta einhvers konar svona mannvígslu athöfn sem á sér stað í lífi einstaklingsins mögulega aðeins einu sinni. Einu sinni á heilli ævi. Ekki hverja helgi, ekki 2 í mánuði, ekki á 6 mánaða fresti. Og ég ekkert að segja að það sé rangt að gera það. Við búum við frjálsum vilja, við megum gera allt sem við viljum, en þetta ótrúlega fín lína hvenær við erum farin að skauta framhjá því sem raunverulega skiptir máli. Og ég ekki að svína psychedelics til hérna. Ég held að psychedelics geti verið bara ótrúlega mikilvægt verkfæri í stórri verkfærakistu, en þetta svona, ef ég verið með verkfærakistu og ég að fara að negla og gera eftir á okkur á hurð, ég gleymdi hamri en ég með sauminn, hvað ger ég? Þá nota ég bara kúbeinið. Ég nota bara naglbítinn, eitthvað sem lemur sauminn í gegnum gereftið.
Þannig að þetta er ekki crucial. Psychedelics er ekki crucial. Smáskammtur og svepp eða þessi ayahuasca-seremonía sem ég fór í, þetta er ekki crucial. Ég hefði alveg getað sleppt því. En ég má sleppa því ekki því ég bý yfir frjálsum vilja. En þegar öll er á botni hvolft, þá er mér bara kastað út og ég sit bara eftir með uppvask. Ég sit bara eftir með skyldur. Auðvitað bara gagnvart samfélaginu, óbeinar skyldur, sem á svona beinni skyldur sem snúa kannski mínu nærumhverfi og það er heimili mitt, það er fjölskylda mín. Og svo þessar allra beinustu gagnvart sjálfum mér, að vera heiðarlegur. Orkustöðvar eru raunverulegar og lengi vel var mér stjórnað af hvötum og löngunum. Mér langaði alltaf í eitthvað. Og ef það var ekki efnislegir hlutir, þá var það upplifun og ég leitaði í alls konar aðferðir. Ég leitaði fíkniefni, ég leitaði áfengi. Tímabili leitaði ég lengi vel bara í klám, alveg gríðarlega algengt og ekkert bara meðal karlmanna eða stráka, heldur stelpur líka. Því ég var með stíflaðar orkustöðvar, þær eru raunverulegar þó svo að mælitæki nútíma vísinda eru ekki að greina því þarna er engin afstæð, þetta er á skammtasviði. Þetta er skammtafræðilegt tauganett mannslíkamans. Þannig ég þurfti að losa þessar stíflur. Hins vegar hefði ég getað farið í aðra átt. Ég hefði getað leyft stíflunum að vera og ég hefði getað farið í aðrar andlegar áttir og sett á það aðra merki með það og kalla það swing. Ef ég blanda því saman við skuldbindingar fælni, þá hefði ég getað farið í hina áttina og kalla það poly. Allt einhvern veginn í nafni frjáls vilja, leyfi til þess að skapa, sköpunargleði, allt í nafni þess að brjóta upp formið, því formið er svo ömurlegt, hjónabönd milli tveggja einstaklinga í marga áratugi er úrelt, íhaldsamt. Þannig ég merki þetta með alls konar merkimiðum að ég sé frjáls. En ég skil eftir stíflur. Ég er að sjá andlega hópa myndast. Og ég er að sjá einstaklingar rísa upp sem einhvers konar, já, í byrjun virðist vera skemmtikraftar. En kemur svo bara í ljós að þetta eru verðandi kultleiðtogar. Og ég vil ítreka og undirstrika og feitletra að ég er ekki að fordæma það. Við búum í efnisheim og við erum í holdi og við erum að díla við alls konar drasl. Og það er bara fegurð í því. Það fegurð í þessu öllu saman. En það má ávarpa þetta. Ég er að sjá þessa hópa rísa upp. Ég sé þá skreyta sig með fjöðrum og búningum. Eitt fékk ég að heyra í kvöld sem var sjúklega áhugavert. Taktu eftir klæðaburði. Taktu eftir því hvernig ómeðvitað hjá einstaklingum og hópum ákveðin klæðaburður er hannaður til þess að skauta athyglina frá sársaukanum sem leynist bak við litríkum gleraugunum. Spáið því. Og ég bara, því ég heyrði þetta, ég bara, já, vá. Ég var ekki búinn að sjá þetta. Ég var ekki búinn að fatta þetta. Því ég skoða hópa. Ég er á samfélagsmiðlum, ég skoða hópa. Ég þekki fólk. Sumir kunningjar, sumir vinir. Ég veit samt sem áður segja að það er ákveðið orkusvið sem að ég instinktíft held mig fjarri. Því ég þekki sársauka þegar ég sé hann. Og þessir einstaklingar, þessir verðandi kultleiðtogar, þeir eru keyrðir áfram auðvitað af græðgi
sem náttúrulega ekkert annað en ótti við að hafa ekki nóg af einhverju sem að þeir munu aldrei geta öðlast. Þetta náttúrulega keyrt áfram á tvíhyggju. Ég lýsti þið nú hérna í þætti síðustu helgi sem ég tók eftir þessa ayahuasca ceremoníu sem ég upplifði því að við keyrum í samfélaginu okkar þessu vestrana. Þetta svona viðskiptamódel, að þetta debit og kredit og ég þurfi alltaf að fá meira en ég gef því ég verð að geta haldið einhverju eftir. En ég fer inn í ástand þar sem að ég upplifi mig, veit þetta hljóma kjánalega, eins og tré og persónan var horfin. Og það var ekkert eftir nema dýpsti andardráttur sem ég hef nokkuð tíma komist í tæri við. Og ég tók eftir einu að þegar ég var í þessu flæði þá var ég að gefa meira frá mér heldur en að ég tók til mín. Sem þýðir að alheimurinn eða alheimssálin eða hvað sem þetta nú flæðið, kóðinn, farin að vinna með mér. Því í raun ég þessi kóði. Þannig að ég þarf ekki að standa í þessu einn. Ég borin uppi af afli sem styrkir mig. Og fyrir vikið gef ég meira frá mér en ég tek. Þetta kallast þjónusta af heilindum. Ég sé einstaklinga sem eru eins og svarthol á sársauka. Þeir setja á sig fjaðrir, klæðast pelsum, eru hressir, orðheppnir, hnyttnir, alltaf glens og gaman, alltaf geggjupartí. En þeir eru að nærast á brotnum einstaklingum. Þetta sociopatía, þetta siðblinda og þeir eru með radar og þeir sjá upp á hár, þetta framboð eftirspurn, þeir sjá upp á hár hvaða einstaklingar virkar fyrir þessa tilteknu jöfnu. Þeir ná í þessa einstaklinga þegar þeir eru brotnir. Einstaklingurinn þarf á þeim að halda og vice versa. Og þau kreista úr þeim allt lífsaflið. Og svo þegar þeir hafa ekkert lengur að gefa, búið að taka allt úr þeim, þá þeim skipt út. Og þetta auðvitað stórhættulegt í hefðbundnum skilning. En á sama tíma ítreka ég ennþá aftur þennan disclaimer. Það allt leyfilegt. Ég hlynntur frelsi. Og ég hlynntur því að þurfa að kúka upp á bak. Sem einstaklingur, ég alveg hlynntur því að þessi brotið á öðru fólki og þessi brotið á mér. Því að í þjáningunni þá læri ég að mastera mennskuna. Það ekki hægt að öðruvísi. En það í lagi að tala um þetta. Það bara í fínu lagi. Ég átti, eins og ég sagði, samtöl í kvöld við stráka. Á það djúpum nótum og ég ekki að setja á mig merkimiða með því að segja það sem ég að segja núna. Heldur ég að tala hreinskilið og ég meina að þegar ég segi það, ég get talið á fingrum annarar handar hvað marga einstaklinga ég get átt þessi samskipti við í mínu umhverfi og trúi mér, ég þekki ógeðslega mikið af fólki sem að segist lifa andlegu lífi en það það ekki. Ég veit þetta hljómar hrókafullt og mögulega fullt af alls konar fordómum en þetta meint í kærleik. Því þetta afl sem við erum að leika okkur með, þetta afl sem ég að fjalla um, þetta svo kröftugt og það 0 tolerans fyrir léttvægi gagnvart
þessum mikilfengleika að ef ég brýt gegn því með því að misnota mér aðstöðu mína sem einhvers konar gerandi í samskiptum við annað fólk, hvort sem það sé þetta inn á heimili eða í þessu samhengi sem einhvers konar áhrifavaldur í hinum andlega heimi, ég get lofað ykkur, ég og hópurinn minn, við verðum rasskjalt fyrir vikið. Við verðum tekin á teppið. Þetta orsök og afleiðing. Þetta karma, alveg svo allt annað, en þetta karma. Stundum þá þurfum við bara ekki að halda partí. Stundum þá bara vígslan fólgin í því að sitja sem sagt í þessu núi, sama hversu sársaukafullt það getur hljómað, og finna fyrir þessum tómleika. Því tómleikinn ekkert annað heldur en viðnámsorkan sem skapast þegar ég farin að sjá að tvíhyggjan elur af sér þjáningu. Græðgi, græðgin, hún telur með trúum að ég þurfi meira af einhverju því ég hef ekki nóg. Og þetta áhugavert það sem kom til mín daginn, og það að ég sagði ykkur þetta hérna í þessum ayahuasca umfjöllun minni hérna. Ég spurði 4 spurninga, ég spurði stýrikerfið 4 spurninga og ég fekk svör við öllum. Og það var ekki fyrr en í kvöld að ég áttaði mig á því að svarið við 4. spurningunni hafði svo djúpstæða merkingu, og nú ætla ég að koma að því. Ég spurði, hvað þetta? Hvað þetta sem ég var að upplifa? Því þetta var með ólíkindum. Svarið var, þetta þú. Ok. Hver bjó þetta til? Þarna kemur þversögn númer 1. Þú. Ok, þetta ekki hægt. Ég spyr, hvenær var þetta til? Svarið kom. Þessi spurning á ekki við, því þetta var ekki búið í tíma. Þetta ekki búið til í tíma. Og þarna erum við mitt í tvíhyggju, hvað var það tíma? Því tími felur í sér afstöðu frá A til B. Þetta tími. Þetta ekki búið til innan afstöðu. Þetta ekki búið til innan tvíhyggju. Þetta búið til í einingu. Og svo kemur spurning númer 4, sem í fyrstu ég var svona, á ég að vera ósáttur við svarið eða ekki. Og það var ég spurði af hverju? Af hverju allt þetta? Og svarið var, þú, það getur þessu orðið, þú munt aldrei komast að því. Og þá hugsaði ég, já, þetta tilgangur lífsins. Það að leita svara við þessari einu spurningu á þess að gera kröfu að fá nokkuð tíman svar. Sem sagt, bara lifa í sátt við óvissuna, og það það í vissum skilning, en það sem ég áttaði mig á í kvöld var, enn og aftur, ég á valdi tvíhyggjunar, ég ekki lengra komin í það, en hún sagði við mig, þú munt aldrei vita svarið. Það fattar þetta? Jegið, sem ekki sjálfið, ég mun aldrei handleika sannleikann. Því jegið raunverulega ekki til og hefur ekkert vægi í þessari jöfnu. Sjálfið hins vegar
Það býr fegurð yfir sjálfi, því sjálfið er afsprengi hinnar einu sálar sem tekur sér bólfestu í þessum efnislíkama hér. Og ég þarf ekki að halda neinn partí. Sjálfið þarf ekki partí. Sjálfið getur verið í partíum, en meðan á því stendur þá situr sjálfið teinrétt. Þarna, ég get ekki misst það sem ég aldrei mun öðlast. Og það er bara hugmyndin að með því að öðlast mun ég öðlast hamingju. Blekking. Ég get ekki misst neitt, því í raun er þetta ekki mitt að eignast. Eðlilega, mitt er ekki til. Ég vona að þetta sé eitthvað sem er í samhengi. Ég vona að þetta er eitthvað sem skilar einhverjum tilgangi. Niðurstaðan held ég er sú að mín eina skylda í þessu lífi, það er að þjónusta. Og það felur í sér skilyrðislausan kærleik, og það er ekki kærleikur að blekkja fólk eða kóa með því. By the way, einn og sami hluturinn. Skilyrðislaus kærleikur felur í sér að hvetja einstakling til vitundarlegrar sjálfbærni, ekkert annað. Ef mér ekki tekst það, þá hefur missionið misheppnast. En það er líka allt í lagi. Já, einmitt. Svo er þetta einmitt, þessi setning, svona blálokin. Og það einmitt kemur að því hversu óhaldbært og hversu illskiljanlegt þetta allt er. Og það er þessi setning sem kom til mín síðustu helgi, bara þegar ég ranka við mér hérna úr, í ástandi þar sem jegið var sett í stjarfaklóa, það var fryst. Og það var engin persóna, það var engin tilfinning, bara suð. Og þegar ég poppaði út úr því, eða þegar áhorfandinn poppaði út úr því, þá kom þessi setningu upp. Þetta var eina setningin sem ég sagði upphátt þetta kvöld, eða þessa nótt. Og setningin var, þetta er ekki hægt. Og það er nefnilega málið. Guðdómurinn er ekki hægt. Það er ekkert að skilja þetta, það er ekkert að greina þetta, það er ekkert að stjórna þessu, það er ekkert að setja þetta í kerfi, það er ekkert að búa til neitt hugmyndafræðilegan ramma eða einhver orð utanum guðdóminn, stýrikerfið. Það er bara ekki hægt. Sama hvað mikið ég svinga, sama hversu mikið ég fer á miklar seremonjur og psykedelisk ferðalög. Ég get ekki og mun ekki skilja þetta. Ég get aðeins upplifað, ég get aðeins fengið moment þar sem ég er hluti af, en ég mun aldrei eiga þetta. Ég mun aðeins eiga hlutdeild af. Herru, þetta var geimsýra
kvöldsins. Ég ætla að skella mér í bað. Það voru einhverjir frakkar sem ég held að hafi mýið bara í lækinn fyrir ofan okkur. Þannig að ég er reyndar ekki viss, en er það ekki það sem frakkar gera? Hver veit? Þar til næst, elskurnar, þykir vænt um ykkur. Namaste.